Já, komiði sæl. Við höldum áfram á rauðaborðinu og til mín komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur, verður velkomin. Takk fyrir. Sko, uppalega setti ég mig samband við þið núna eftir að hérna, hvað heitir það aftur, minkabúið upp í Mosó. Já, Dalsbúið. Ég vildi fá að vita svona, hvort þú gæti sagt mér, hvað yrði minkana sem ekki nást? Hvert fara þeir? Þeir hættulegir? Eða býður þeir bara dauðin í vetur? Eða eitthvað að segja þetta? Mér skilst að þeir hafa nú náðum flestum, sko. Já. Annarkvort bara þar eða ekki svo langt í burtu. Já. Þannig að ég veit ekki alveg að það nú orðið svolítið langt liðið síðan þetta var. Sem meira mánuður síðan, eða ekki? Já. Þannig að maður hefur ekkert heyrt nýlega það. Nei. En þetta leit nú ekkert voðalega vel út, svona til að byrja með. Nei, heldur betur ekki. Nei, en það er akkurat svona sem að þessi minkar slupp út í náttúruna uppalega. Já, þú segir að það eru sko, minkar eru bara verða til að vegna strókuminka. Hér á Íslandi, já. Já, hér á Íslandi, já. Þannig að það er bara, þannig eru þeir út í náttúrunni að þetta er komið frá strókuminkum úr þessum minkabú. Já. En náttúrulega það eru margir áratugir síðan að þetta hófst. Þetta er upp úr 1930 sem þetta hófst. Þannig að sumir eiga nú væntanlega ykkur nokkra kynslóðar af forfeðrum úr náttúrunni. En uppalega er þetta allt minkar sem hafa strókið eða sloppið úr minkabúum. Fjölgar þeim mikið, veistu það? Þeir hafa farið í gegnum bæði fækkun og fjölgun hérlendis. Þeim vegnar ótrúlega vel. Þetta eru náttúrulega mjög svona hæf rándýr. Hér hefur ekkert verið til þess að hamla útbreiðslu þeirra eða getur til þess að fjölga því að það valla neina samkeppniræða. Hér var náttúrulega náttúrulegi refurinn, tóan fyrir. En það var alveg rými fyrir þess að minka til þess að breiða úr sér. Já, en hvernig þeir mætast? Refurinn er stærri og meiri? Já, hann er töluvert stærri og getur nú væntanlega svona haft hann undir í samkeppni. En ég hef persónulega orðið vör við að þeir búa á svipuðum slóðum saman og því að refurinn hann hefur svona ákveðið fórskot varðandi það aðlunarhæfni að kulda og það sérstaklega aðlun á kulda og getur til þess að komast af á köldum svæðum en hann er stærri og þar að leiðandi þarf meiri orku þó að nota ekki mikla orku til þess að halda sig hita en hann getur ekki veitt í vatni eða kafað og veitt. Eins og minkurinn. Minkurinn getur bæði náða sér í æti ofanjarðar, maður getur satt svoleiðis og í vatnsból. Það getur synt og kafað og veitt. En þú fylgist náið með refastofninum? Já, ég hef gert það í þó nokkuð mörg ár. Vaktað íslenska refastofnin í heildina og svo hef ég vaktað stofn í Friðlandi, Háttstranda, í næstum 30 ár. Þannig að það er svona svæði sem það sem refurinn naut friðunar eftir að villidýralögin tóku gildi og reglugerð upp úr 95 og hefur svona verið svæði sem hefur verið áhugavert að fylgjast með stofnbreytingum svona án aðkomu mannsins. Já, en hvað sko getur refurinn verið hættulegum mönnum? Nei, ég spyr svo sem ekki veit. Já, akkurat. Það er engi dæmi þess að refir getur verið hættulegi mönnum ekki hérlendis. Hér er ekkert hundaæði eða neinir hættulegi sjúkdómar sem að þeir forðast snertingu við menn eða... Já. En eins og hunda ef kannski ekki dæmum hvort að þeir... getur verið skaðlega fyrir hunda. Það er eiginlega öfugt því að þessi íslenski refastofn
hann hefur náttúrulega verið hér í 1000 ára, löngu áður en að menn hófu landnám hér, talið svona 10 til 12.000 ár sem þeir fóru að koma hérna og setjast hérna að, og þeir sjúkdómar sem hafa fundist í villtum refum á Íslandi hafa yfirleitt verið raktir til búrrefa gegnum hunda eða frá hundum. Þannig að það má nú eiginlega segja að sé frekar öfugt. Það er náttúrulega voru búrrefir líka, refir voru líka ræktaðir í búum hérlendis, innfluttir refir og það var að gera tilraunir líka með innfættur refi, en hérna það var mikið flutt inn að refum í þessum 2 púlsum í feldrækt sem hafa verið hérna á Íslandi upp úr 1930 og svo aftur á 9. áratugnum, og þá var svona, voru sérstaklega, á 9. áratugnum voru gerða tilraunir með að taka íslenska villta refi og setja á í refabúð, það var svona sparnaðar hugmynd. Og hérna, þeir veiktust eiginlega allir. Það var mjög mikið veikindi sem komu upp. Því að þetta eru dýr sem að lifa mjög dreift, þetta er ekki svona félagslynd dýr sem að hvorki refinni minkar, það er ekki eðlið að vera saman í hópum, þannig að þegar þeir eru setti svona saman og látni lifa þröngt, þá kom svona upp ýmislegt. Sem þessi búr eru náttúrulega hryllingur að sjá allan á þessum. Já, það er það bara líka meiri snerting og meiri smitleiðirnar eru auðveldari. Og þetta, ef það voru hundar á þessum bæjum, þá eru þeir líka leiðin til að smita út í umhverfið. Og svona, þetta kom ekki vel út alltaf. En þú segir, refurinn er búin að vera enn svona cirka 12.000 ár. Hefur hann vegna þess að blandast eitthvað? Er stofni bara nánast á samskonar og litla breytinga frá því hann kom fyrir 12.000 árum? Meinar þá blandast? Þú varst að tala um innflutta. Já. Þessir refir sem voru hér í búum, þeir voru náttúrulega hér í búum. Og engin... það er svona, það voru einhverjir sem sluppu út líka. Og upphaflega eru þetta náttúrulega allt villtir refir sem eru ræktaðir í þessum búum og síðan eru þau framræktaðir eftir svona ákveðnum gildum. Þeir eru stórir og feitir og þá er að leiðandi með meiri feld, frjósamari, latari, gráðuri, svona bara allt þetta skilri. Ef að svoleiðis dýr slepp út í náttúruna þar sem þú þarft virkilega að hafa fyrir lífinu, það er eins og með þessa slopnu minka, þeir ekki ræktaði til að bjarga sér sjálfir og lifa af mikinn sult og seiru, en það hafa komið upp dæmi þar sem að íslenskir villtir refir og búrrefir hafa tímgast og þeir hafa komist inn í náttúruna og það er þá helst læðurnar sem að makast við villta steggi og því að það er þannig með félagskerfi hjá tóunni að þetta er einkvænisdýr og þau þurfa bæði að vera til staðar til þess að koma upp afkvæmum. Og ef annað fellir frá þá bara missa þau tökinn, sko. Þannig að svona feitur, latur, gráður, steggur úr búri, hann er ekki mikið að skaffa og er ekkit valinn fram yfir aðra villta sem eru góðir í að hugsa um afkvæmi og sinna óðalsvörnum og öðru sem þarf. En læðurnar voru þó líklegri til þess. En þetta hefur ekki fundist, það er nú reyndar það er búið að leita eftir þessum búrrefsgenum í íslensku refum og það var gefin út grein í fyrra sem að voru sýni tekin úr villtum refum allt í kringum norður heimskautið, þar sem er útbreiðslusvæði þessara tegundar og verið að skoða hvort það væri búrrefsgen og það fannst talsvert mikið í íslenskum tóum. En svo þegar menn fóru að grúska og ræða þetta, af hverju þetta væri, þá auðvitað, þetta er svona alltaf spurningin hvort kemur undan eggið að hænan, því að þessir búrrefir uppalega af móreðum lit
komu mikið til frá Íslandi. Íslendingar seldu yrlinga á fæti, móruða yrlinga í refabú erlendis 100-150 ára aftur, jafnvel meira. Þannig að uppistaðan í þessum búrrefum voru oft svona strandatóur eins og frá Íslandi, þar sem að mórutt refaskinn var í hátísku og það ekkert mikið til af þeim og okkur finnist eiginlega allir vera móruðir. Það svona yfir 70% af íslenskum refum eru móruðir á litin, að þá 95% af heimsstofninum af hvítu afbrigði. Þannig að það ekkert mikið til af móruðum refum. Þannig að þegar þeir fóru í tísku þá seldum við, það eru til útflutningstölur frá Íslandi af lifandi yrlingum sem voru seldir í refabú. Þannig að það ekkert skrítið þó að erfðaefnið tengist að einhverju leiti. Já, einmitt. Það ekki hægt að útiloka það. Nei, en sko, með að lesa sumt, þá það eins og refurinn sé skaðræðist dýr. Það til dæmis á þessu ári þá að verja 215 miljón. Það getur ekki verið. 331.721 krónu í refaviði. Sveitafélagina áætla kostnað þeirra vegna refaveiða verði í þetta, sveitafélagina. Að það sem sagt 26, 27 og 28. Það var alltaf vel yfir 200 miljónir. Trúir þessu? Já, ég þekki þessar tölur. Þetta reyndar áætlun. Mér skilst að uppgjörið sé nú yfirleitt svona í kringum 170 miljónir undanfarin ár. Já. Og þetta eru gríðarlega háar tölur. Eru þá atvinnumenn bara í þessu? Já, sko, ég myndi segja að maður skoða alveg söguna aftur til fyrstu laga sem eru skrifað á Íslandi, bara Jónsbók og skrifað í Grágás. Það það, þannig að þegar landnámsmenninni koma, þá hitta þeir náttúrulega fyrir melrakka. Þeir þekktu þetta dýr og kölluðu melrakka. Þannig að það til sérstætt orð yfir þetta dýr. Refur og melrakki það sama? Já, melrakki tóa. Það sko til ykkur 13 tegundir af refum. En það bara til einn melrakki. Það tóan okkar, the Arctic Fox, sem hefur latneska heiti Vulpes lagopus, áður Alopex lagopus, og alls ekki minnsti eða stærsti eða algengasti eða sjaldgæfasti innan refaættarinnar, en hann sá sem býr nyrst allra spendýra. Það þá þannig að sko melrakkaslétta sé nefnd eftir melrakkanum? Já, hún nefnd eftir melrakkanum og það ég man ekki alveg nákvæmlega þjóðsöguna, en hún sem dæmi hversu mikið skaðræðiskeppna þetta dýr þótti í upphafi landnáms. Það að segja að það var svona tvenns konar. Það var annars vegar hægt að hafa af henni tekjur, því að menn þekktu það að veiða melrakka og þeir strektu skinnið á þeim á svona bretti og seldu melrakka belgi. Feldurinn á þeim að kalla melrakka belgur. Og melrakka belgir í þessum gömlu lögum hafa ákveðið svona gildi, svona currency. Þetta sem sagt í gildi 7 þorska eða 4 lambgerur, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað, en þetta var sem sagt gjaldmiðill. Og síðan var þetta líka dýr sem maður keppti við mannin auðlindir, fugla, egg, lömb og svo framvegis. Og það var ekki til síðs að vera byggja fjárhús undir kindur og fráfærur voru teknar frá nýfættum lömbum, svo þau voru náttúrulega bara einu óstudd, fengi ekki eins að drekka mjólkinu og mömmu sinni, þannig að þau voru nú líka varnarlaus á þeim tíma. Þannig að það var sett í lögin að hver sá sem á 6 eða fleiri sauði á vetrafóðri, þar að segja yfir veturinn, hann skal drepa 1 fullorðinn ref eða 2 yrlinga á ári, og ef hann gerir það ekki fyrir ákveðin tíma, þá kemur svona sekt og helmingurinn af þeirri sekt rann til hreppstjóra eða yfirvald sveitarinnar, hinn helmingurinn til þess að greiða einhverjum öðrum fyrir að drepa hennar ref.
Þannig að mögulega þetta svona elsta launaða starf á Íslandi að veiða ref, skilur við. Já, svona frjálst starf, já. Já, og þarna þurftu menn sér að því að feldurinn var notaður, þá var hauskúpan tekin innan úr dýrinu og riðið með hana til Alþingis. Þar var hún brotin og greitt fyrir. Þannig að þú þurftir að sanna að þú hafi drepið hennar ref. Núna taka menn skott af, því að það notar engi feldin. Þannig að þetta hefur verið, þetta var óbreytt í mörg hundru, einhver 800 ár síðan, og þetta borgaði sér bóndin, eða sem átti þessa kindur. Þangað til að sveitafjölögin eru stofnuð, þá tekur sveitin þetta á sig. Og þannig er það enn í dag, að það er þetta er í rauninni bara svona gömul venja úr íslenskum lögum, að sveitafjölögin sé að bera ábyrgð á stundum að kalla eyðingarefa, stundum að halda niðri og var eyðing grenjavinnsla. Grenjavinnsla byrjar á þessum tíma þegar sveitafjölögin eru með, þá eru svo kallar grenjaskittur ráðnar, en svo í gegnum allar þessar aldir þá er alltaf þessi balans milli þess hvort að feldurinn sé verðmætur eða hvort að þessar krónur sem fékkst í þennan refatoll eins og var kallaður, hvort var hærri upphæð. Þannig að menn fóru svona bara með það eftir hentisemi. Það er náttúrulega að þú færð ekkert fyrir feldnema yfir háveturinn, þá er hann í svona fallegastur og þykkastur. Það þýðir að dýrin þurfa þá að lifa. Já, ég veit. En svo á öðrum tímum þegar það var ekki, þá er það þessi grenjavinnsla, þá er dýrin drepin á sumurinn, öll fjölskyldan. Og þetta hefur verið í gildi mjög lengi. Síðan eftir að minkarnir fóru að sleppa, þú veist komin yfir á 4. áratuginn, þá allt í einu fara menn að setja saman þessi 2 dýr sem eru bara mjög ólík dýr. Þetta er ekki einu sinni epli og appelsínu, sko. Þetta er bara eitthvað allt annað. Þannig að þá eru sett lögum útrýmingu refa og minka. Og það er bara útrýming beggja tegunda af Íslandi. Og það er gert með alveg gríðarlega miklum áætlunum. Það er bara áætlun sett í gang. Það eru alls konar verkferlar og mjög nákvæm lýsing á hvernig þið gerir þetta. Það er notuð eitur, það farið á greni 2 til 3 ári. Ef þú sást ref, þá varðstu bara að aflífa hann eða halda honum kjörum þá ekki einhver annar kom. Það bara annað var ólöglegt. Þetta var allt mjög skýrt. Og síðan 1958 þá er sett á laginnar veiðistjóra embættið sem að hefur með það að gera að veita ráðgjöf og hafa yfirumsjón með þessum eyðingum og halda utan veiðitölur og greiða síðan fyrir og allt þetta. Þannig að þetta er allt mjög vel skráð og öll veiðigögn eru mjög vel skráð og það er í rauninni ekki fyrr en 1994 þegar villidýralögin eru sett sem að refir fara að njóta friðunar á Íslandi og njóta friðunar eins og öll önnur villt dýr nema minkurinn og og síðan eru búin að vera svona ýmsar útfærslur á stöðu minksins sérstaklega því að hans staða var svona það er nokkuð skipti þar sem hefur búið að bæta við endurskoðun á þeim lögum þar sem hann fara minna og minna vægi og er í rauninni held í 2004 þá er ákvæðið þannig að þú þarft ekki einu svona veiðikort eða veiðileyfi til að drepa mink en síðan 2015 minni mig þá koma lög dýravelferð það stendur í villidýralögunum hvernig má og hvernig má ekki drepa dýr og í þeim eru þessi undan þá ákvæði sem er ástæðan fyrir það enn veiti refir fyrir allan en pening sem þú varst að telja upp þannig að menn óttuðust þessa friðun og það gerðist ekkert mikið það í rauninni það sem gerðist var að ef þú skoða bara veiðitölu þá sérðu að það er aukast eftir friðun að þá verður þessi ótti við að ef við veiðum hann ekki þá fjölgar honum mjög mikið þannig að bæði fjöldi veitrarefa og
upphæðinar sem eru settar í refaveiðar það aukast gríðarlega eftir friðun. Þannig að frá friðun refa höfum við eytt 4 milljörðum íslenskra króna í refaveiðar. Þrátt fyrir friðun. Þrátt fyrir friðun. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Já, það er mjög áhugavert að því þessi minkur sem að hefur þessi fekk bara fyrir löngu síðan stöðu sem ágeng tegund á Íslandi sem á útrýma, það er engin svona samningur gerður minkin. Þannig að mann er fyrst og svolítið skrítið að það er gerður þessi 3 ára samningur sem þú varst að lesa upp. Og það er forveri náttúruverndarstofnunar sem er núna með veiðistjórnina er veiðistjóraembættið sem var sett á laginnar 58 sem hefur alltaf verið að gera svona samninga við sveitarfélög og uppgjör. Það kom út í vor minni mig og ekki fyrsta skiptið þegar svona samningur til 3 ára var gerður, þá fylgdi það með sögunni að þetta ákvæði í villidýralögunum að tóan sé vernduð en sé hægt að veita undanþágu til þess að varna tjóni í landbúnaði. En tjónið hefur ekki verið tilkynnt eða metið, það hefur ekki verið lagt mat á það, hvort það sé meira eða minna en þessi fjárhæð sem er sett í það. Það er í rauninni það sem að sú stofnun kom fram með opinberlega þegar þessi samningur var settur á stað. Hins vegar þá er þessi samningur núna bara hefjast og þetta er fyrsta árið af þessum 3 og hann er alveg óbreyttur. En það er engin samningur að veiða mink. Hann er samt verðlagður. Já, hann er verðlagður. 3.000 krónur fyrir fullorðið dýr, til dæmis. 3 sinnum meira minni mig fyrir tóu. Já. Það finnst mér svolítið skrítið að því að það er mjög erfitt að veiða mink. Það þarf mikla sérfræði kunnáttu til að veiða minka. Það er erfitt að ná þeim og þú þarft líka til þess að gera það almennilega þá þarftu sérstaka hunda, sérstaka þjálfaða menn í það konur og þannig að það er talsvert erfitt að gera það og það er svona eitt að verðleggja það meira. En þeir fá borga að tímakaup við það líka 1600 krónur og svo aftur toppurinn hjá þeim í minknum eru 15.000 krónur fyrir hvolpafulla læður. En með refinn, þú fylgist með stærð refastofnsins. Eru sveiflur í stærðinni? Já, sveiflurnar eru ef þú skoðar veiðitölurnar sem svona ákveðna vísitölu á sveiflur eða stofnbreytingar þá sést að stofnin hefur verið í einhvers konar hámarki þarna 1958 þegar að byrja að safna þessum tölum og hann fellur síðan og nær krítisku lágmarki kringum 1980 eða rétt fyrir 1980 og er bara í rauninni, það er bara valla neynir yfir eftir, það er rétt rúmlega 1000 dýr eftir landinu á þeim tíma og hverfa á mörgum landsvæðum. Síðan vex hann hægt og rólega stofnin og síðan eftir þarna upp úr 97 myndi ég segja hann vex eftir 90 kannski hraðar og hann nær hámarki svona 2007 svona þegar bankarhrunið verður og þá hrynur stofnin bara og hann hrynur alveg til 2012 mjög fellur, mjög hratt en hefur tekið við sér síðan. Hafði áhyggjur á henni þá? Ég hafði pínu áhyggjur en Páll Hestinsson, mentorinn minn, sá sem kendi mér allt og sá sem ég tók við af, hann var búinn að spá því að þessi mikla fjölgun væri bara bóla. Það yrði einhvers konar. Ég er ekki viss hann hafi átt von á 40% fækkun. En það er það sem gerðist og en þetta eru tölur refi að haustlægi. Og refir á haustlægi eru þeir fæðast í maí yfirleitt og við segjum svona ríkis fæðingadagur er 15. maí svona alveg heil mánuður sem getur verið að fæðast og þeir eru 4 mánuða í lok sumars og þá eiga þeir bara að bjarga sér
og það septemberstofnin sem talin, eða sem lagt mat á með við stoppstarar útreikningar sem hófust 1979. Páll gerði það. Og hann gerði það með svona aldursafla aðferð. Hún þannig að veiðitalan sagt, ákveðin sína stærð eða sína parametri úr alheimsstofninum og síðan innsend hræ, krufin og aldursgreind. Og þar skoðað árhringir í tannrótum, vígtanna. Og þetta þarf að gera með þverskurði og bara svona svo tré, það vex yfir sumarið en ekki við veturinn og svo framvegis. Og þetta hefur verið gert lengi. Svo sérstaklega lagðir saman árgangarnir og þetta bara sama aðferð svona í dítelum eins og með þorskstofnamatið eða fiskistofna. Þar sem að kvarnir teknar úr og taldir hringir í þeim, aldursgreining á, en við erum að tala kannski sína stærð upp á 1.000.000 og með sína stærð upp á nokkur 100 okkur í rifunum. En samkvæmt þessu stofnmati þá hauststofnin sem að meiri hluta yrlingar frá sumrinu hefur hann verið að fara alveg frá því að vera svona kringum 1000 dýr 1980 upp í svona 9 til 10.000 dýr 2007, svo fór hann alveg niður í svona 6.000 og svo hefur hann alveg náð aftur þessum 2007 tíma. En það sem að kannski, manni finnst ekki beinlínis rétt að gera í þessu samhengi, þetta ákveðin vísitala, að vera að skoða stofnin þegar að nýskriðnir ungir yrlingar upp í staðan í stofninum sem mögulega ekki fara að lifa að veturinn. Sko þeir mjög lengi að fá fullorðstennur til dæmis. Á þessum tíma þeir hálftannlausir, þeir ekki með almennilega vígtennur, þeir kunna ekki bjarga sér, þeir eru oft ekki með mikið fitulag. Það sem bjargar þeim oftast nær á haustin og eru ber, þeir komast í ber, bara eins og birnir sem eru að fara í hýði og hagamís sem komur reynda með landnámsmönnum voru ekki til áður og svona ungir fuglar sem eru líka dálítið vitlausir og auðveldara kannski að ná í. Síðan verða það bara að éta sem út í frís yfir veturinn og reyna að lifa af. Þannig að við fórum í það. Það 3 ár síðan við hófum svolítið stóra rannsókn sem var styrkt af Rannís. Ég safnaði kringum með svona sérfræðingum og doktorsnema og við fórum í það að þróa nýtt stofnlíkan sem reiknar út stofnstærðina vori. Það að segja í upphafi tímgunar sem það sama og gert eins og með fugla. Þú telur varpör, þú telur svona virka einstaklinga í stofninum sem geta tekið þátt í tímgun. Ekki leið og allir voru að klekjast úr hreiðrum, þú telur ekki þá. Það ekkert vitið því að það svo mikið lafföll. Og við fórum í þetta og við kynntum þetta á málþingi sem var haldið í byrjun júní, 9. júní minni mig, við háskóla og þar var nýtt stofnlíkan kynnt og það var ekki bara vorstofn, heldur líka fyrir landslutana í sikkura lagi. Af því að okkur hefði alltaf grunað að það væri ekki sama í gangi á öllum landslutum. Og veiðitölurnar eru allar frá sveitafélónum, þannig að það þetta að flokka það líka niður í landsluta. Og þetta búið að taka alveg óhemju mikinn tíma og ekki alveg komið, en það mikið sérfræðingum í þessum hópi, svona tölfræðingum og vistfræðingum, sem að hafa legið yfir þessu. Þannig að ég myndi segja að þetta sé svona best unna stofnmat sem hefur verið gert fyrir tegundina í heiminum, því að við erum svo heppin að tilheyra litlum hópi sem að rannsakar þessa tegund allt í kringum norðurheimskautið og það ekki allir sem búa svo vel að hafa svona mikinn aðgang bæði að veiðigögnum og hræjum. Þannig að við höfum svolítið sérstöðu og við viljum meina að þetta sé ansi gott mat og samkvæmt þessu mati þá hefur þessum virka kynþroska stofni á vori fækkað milli 30-40% á síðustu 15 árum. Og það er áhyggjefni. Þó að sé kannski ekki alveg kritist, það getur orðið það. Við þurfum að skilja. Getur það lánans verið?
Hvað gagn gerir hann? Hvað gagn gerir hann? Já, góð spurning fyrir utan að hafa verið verðmæti gjaldmiðill uppalega. Þá hlutverk rándýra í vistkerfum gríðarlega mikilvægt og oft vanmetið. Þar sem að eru rándýr, í öllum vistkerfum þá yfirleitt einhver rándýr. Á eyjum eru það yfirleitt fuglar sem sjá þetta jobb. Hér náttúrulega líka mikið af fuglum sem sjá þessi hlutverk. Rándýr eru oftast nær, ég myndi segja alltaf, líka hræætur. Þannig að þau hafa ábúðslega mikið hlutverk í fyrsta lagi fyrir efnahringrás. Að brjóta niður, vera fyrsti aðilinn til að brjóta niður lífræn efni sem hræætur. Það búið að sýna fram á það í áratugi og að hlutverk rándýra að halda bráðastofnum heilbrigðum. Það til svona frasi eða orðatiltæki fyrir kallað life in fear. Dýr getur orðið kærulaus ef það aldrei neinn ógn. Þannig að þau dreifa úr, þetta ofta, hjá okkur þetta fuglar, mikið af nagdýrum líka erlendis, það ofta talað svona læmingjatóur, læmingja sem að stjórna stofnum snæuglu og kjóa og tóu og fleiri, jarfa og vísla, snævíslur, sem eru svona læmingja sérhæfð dýr og þurfa annars vegar að vera á staðnum sem að læmingjarnir eru að sveiflast eða þá geta flogið á milli eins og uglunar. Þannig að þar sem eru heilbrigð vistkerfi og eins og í tilfelli tóunar sem hefur alist upp hér á Íslandi með fuglunum og fuglandi með tóunni í þúsundir ára, þá hafa þeir séð til þess að við eigum sterka og góða stofna af þessum fuglum sem að búa dreift og eru heilbrigðir og sterkir og geta þar að leiðandi brugðist við alls konar breytingum í umhverfinu. Það verður svona síður einsleitari hópar bráðar dýra. Þannig að það nú svona þeirra aðaldjobb sko að vera... Þessi dýr eru öll í vinnu fyrir umhverfið sitt, bara í vinnu sem við vissum út af. Og það verður ákveðin þróun til dæmis bjargfuglar sem verpa í lóðréttum björgum myndi nú að örugglega ekki gera það ef að þeir þyrftu þess ekki. Þetta ekki gott sko að það eru vallar heiður og þá hefur þróunin orðið sko, maður getur sagt svona hálfgerð darvínisk þróun orðið þar sem að eggin hjá þessum fuglum eru öðruvísi í laginu, þau rúlla ekki fram af sko, þau rúlla bara hringi af því þau eru oddhvöss. Það ákveðin svona þróun sem eru orðið vegna þess að þú ert bara þarna á sillu og ef eggið rúllar að stað, það rúllar að bara hringi og þeir hafa getu til þess að verpa fjölga sér í þessum aðstæðum, í þessum lóðréttu björgum. Það var orðið þá til tegundamyndun í gegnum tíðina. Þetta tekur þetta langa tíma, svona þróun, en hún verður til vegna einhvers í umhverfinu sem einhver ógn og þá býr þú til eitthvað system sem virkar. Þannig að ég hef oft sagt líka að eins og ég nefndi áðan að vistfræðin, hún gengur svolítið út á sömu svona eðli hagfræðinar. Þetta ekkert ólík fög. Það verið að finna hvernig hægt að nýta best auðlindir og komast sem minnst auðveldast hjá ógnunum sko. Þannig að það svona einhvers konar svótgreining sem að verður til á stórum skala á löngu tíma og eitt af þeim ógnum eða umhverfisbreytum sem að bráðadýr þurfa að lifa við eru afræningar. Og ef þeir ekki fljúandi heldur gangandi þá þarf að leysa það eitthvað neginn eins og til dæmis að vera á stöðum þar sem að annarkvort að vera í stórum flokki eins og dýr gera oft, fuglar eru oft í svona stórum hópum eða þá að vera dreift. Og þetta hefur náttúrulega maðurinn líka nýtt sér eins og til dæmis í æðarvörpum þar sem að í náttúrulegum æðarvörpum
þar sem að enga manneskjur, þar sem að refir hafa aðgang, þar bara æðarfuglin að verpa mjög dreift eins og víða á annesjum allt land. En ef að manneskja eða landslag sem til dæmis með litlum eyjum eða svoleiðis býður upp á vörn fyrir gangandi afræningja, þá allt í einu verður þéttari byggð. Og það bara ein leið til að svara svona ógn. Þannig að þetta allt svona, það oft svona kannski ekki alveg augljósar en svona þegar maður pælir í því frekar augljósar svaranir við því að hafa afræningja. En svo náttúrulega hrafnar og kjóar og mávar, örnir, fálkar, þetta allt saman bæði afræningjar og hræætur. Þannig að þetta svona þeirra hlutverk. Það nóg að gera. Það nóg að gera og það gengur ekki að það sé bara margra metrar að laga einhverju dauðum dýrum út allt. Allir vita hvað gerist í gamla daga, var gott að fá hvalreka, nú vill enginn fá hvalreka. Þetta tekur óratíma að rotna og þó svo að allir gangi í þetta, það ekki alveg sko. Nú verðum við að fara þetta, við verðum að hlaupa næsta dagskálið að, en Ester Rut, ég þakka þér kærlega fyrir og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.